Gunnars stöðunni 2-0 á heimavelli og hlýtur að vera fúlt að klára þetta ekki með sigri. Já, algjörlega, og náttúrulega markið sem að Keflavík skora sem að gefa þeim trú og kemur inn í leikinn náttúrulega svolítið þungt að kyngja því að þetta sé svona. Það er aukaspyrna og varinn bolti og það er enginn sem fylgir eftir nema Keflvíkingar og við höfum getað gert mikið betur en það. Sama í öðru markinu sem að jöfnunarmarkinu snemma í fyrri hálfleik. Við höfum getað varist mikið betur en þetta. Keflvíkingarnir, þeir koma sterkir inn í seinna hálfleikinn. Varstu fann að sjá eitthvað svona vonda eða svona taugar til strákuninn á vellinum? Ég meina það var náttúrulega bara þannig að við vildum náttúrulega verja fenginn hlut og við ætlum náttúrulega og hefðum viljað vera með betri stöðu inn í hálfleikinn. Við fengum alveg færi til þess að skora þriðja markið þó svo að Keflavík hefði skorað eitt mark en það breytir því ekki að við ætlum náttúrulega bara að halda áfram á sama hátt og vera grimmir og keyra það og sérstaklega fyrstu 15 mínúturnar í seinni hálfleiknum. En því miður þá voru það þeir sem að jöfnuðu og við það kannski urðum við aðeins passívar en mér fannst þeir að leiða á seinni hálfleikinn. Við alveg komast í stöður þar sem að við hefðum getað gert aðeins betur, vantaði kannski aðeins upp á betri ákvörðunartöku, við vorum komin hærra á völlinn til þess að geta náð þriðja markinu. Svona stutt eftir leik, hvað hefðu þurft að gera betur til að ná í öll stíð? Ég meina það er náttúrulega bara augljóst, við höfum verið að fá á okkur alltaf mikið á mörkum. Við þurfum að geta varist betur sem lið og ekki koma andstæðingunum svona, eða leyfa andstæðingunum að komast í svona margar góða stöður átt af vellinum og við þurfum að klára það sem lið og við þurfum að geta loka betur leiðina markinu okkar, það er bara klárt. Þú tekur ákveðna sénsa eða ekki ungan strák í markinu, hvernig fannst þér hans frammistaði í kvöld? Hann bara stóð sér mjög vel, er góður að koma að grípa inni og kemur oft út í teginn og tekur boltann og við erum náttúrulega frábærlega einu sinni í fyrri hálfleik. Hann er kannski óheppinn með aukaspyrnuna, hvernig hann kýlir boltann og ná ekki að kýla hann bara alveg burt frá markinu sem hann var að reyna og þetta fellur náttúrulega fyrir Keflavík en Árni Marinó búinn að standa sig bara mjög vel í bikarleiknum móti Fram og svo í leiknum í dag. Ótrúlegt að þetta sé strákur sem er þriðji markmaður en er fyrsti markmaður hjá okkur í dag? Já, algjörlega. Við höfum náttúrulega fylgst með honum núna, hann er búinn að vera svakalegur stígandi í öllu sem hann hefur verið að gera. Hann er góður spyrnumaður og getur alveg spila boltanum. Svo er hann stór og mikill og rólegur þannig að hæfileikaríkur markmaður og hann átti bara skilið að fá þetta tækifæri. Er Norðurinn eitthvað fyrsti markmaður í dag? Það er náttúrulega, við höfum ekki verið þannig eftir að Árni Snær meiðist að vera endilega alltaf með eitthvað fyrsta markmann. Við viljum náttúrulega sé samkeppni stöður og Árni var núna 2 leiki rauð í markinu og gerir það bara vel. Ísak Snær, var þetta hans síðasti leikur með IA í bili? Nei, ég vona hún ekki. Já, hann verður áfram hjá okkur í sumar eða? Já, ég ætla að vona að verða eitthvað með okkur lengur, já, ég ætla að vona það. Takk.